Kæri vinir, við felum þessa stund Guði, við signum okkur og segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Ég bið. Góði Guð, miskunnsami Faðir, við erum komin saman á kveðjustund til að fylgja úr hlaði einu barna þinna sem nú hvílir í faðmi þínum. Varveit þau sem syrgja og sakna og hald fast í hendi þeirra sem misst hafa. Gefað fjölskylda Hönnu finni áþreifanlega fyrir blíðri nærveru þinni á þessum sorgartíma. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Það áttu ekki allir heimagengt hingað í kirkjuna í dag en eru með okkur í anda og senda hlýjar kveðjur. Innilegar samúðarkveðjur bárust til fjölskyldu Hönnu frá Laugu og Sigurjóni. Samúðarkveðjur bárust frá Ólafi og Fjólu Öxnafelli. Sömuleiðis Heiðrúnu Ástu og Óskari á Hornafirði. Samúðarkveðja barst frá Arnari Þór Hjaltasyni, barnabarni sem staddur í Bandaríkjunum. Og einnig kveðja til viðstaddra frá Grétu Jónsteinsdóttur, barnabarni, og Óla hennar, sem og hlý kveðja frá Þorgerði og fjölskyldu í Grímsey. Kær kveðja frá Hlyn og Lindu, sem vegna veikinda eigi ekki heimagengt. Samúðarkveðja frá Jóhanni og Herborgu frá Krónustöðum og frá Elísabetu Höllu og Neskaupstað. Samúðarkveðjur bárust frá Guðmundi og Maríu, dvalarheimilinu Dalbæ á Dalvík, sem og kær kveðja frá Svöfu og Hreggviði í Reykjavík. Kærleiks og samúðarkveðja frá Ástu Reynisdóttur frá Bringu og Ragnhildi Reynisdóttur líka frá Bringu. Og að lokum sendir félag eldri borgara í Eyjafjarðarsveit innilegar samúðarkveðjur til fjölskyldunar og þakkar Hönnu samveruna og hversu tilbúin hún var að miðla sinni kunnáttu í hekluðum milliverkum og harðangri og klaustusaumi sem hún var einstaklega flink í. Og félagsmenn minnast þeirra hjóna með virðingu og muna vel þegar þau dönsuðu frá því fyrsti tónn í góðum vals hljómaði á Þorrablótum í Frevangi til þess síðasta.
Í 36. Davíðssálmi stendur ritað: Drottinn, til himna nær miskunn þín, til skýjanna trúfesti þín. Réttlæti þitt sem hæstu fjöll, dómar þínir sem reginhaf. Mönnum og skepnum hjálpar þú, Drottinn. Hversu dýrmætt miskunn þín og Guð, mannanna börn leita hælis í skugga vængja þinna. Þau seðjast af nægtum hús þíns og þú lætur þau drekka úr lækjum unaðsemda þinna. Því að hjá þér uppspretta lífsins. Í þínu ljósi sjáum við ljós. Amen. Í Jóhannesarbréfi ræðir apóstolinn kærleikann. Þar segir: Þið elskuðu, elskum hvert annað því að kærleikurinn frá Guði kominn, og hver sem elskar barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð því að Guð kærleikur, og í því birtist kærleikur Guðs til okkar að Guð hefur sendt einkason sinn í heiminn til hann skyldi veita okkur nýtt líf. Og þetta kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur. Og fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Amen. Hverfur myrkur og drungi af skjánum, duna
Við rísum á fætur og hlýðum á guðspjall dagsins. Í Matteusar guðspjalli segir Kristur við fólkið sem á hann hlustaði og hann segir við okkur í dag: Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki. Sælir eru syrgjendur því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hógværir því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir því að þeim mun miskunnað verða. Sælir eru hjartahreinir því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Og sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir því að þeirra er himnaríki. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall, en sæl eru þau sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Yfir í fjörðum allt er hljótt, eyddur hver bær, hver þekja fallinn, kroppar þar gras hjá grænni tóft, gimbillum ljósa sumarnótt. Og kleifum fjöllum yfir skið, ein þar huldu fólks byggð. Bátur í vör með brostna rá, bíður þar sinna enda loka, lagði hann forðum landi frá, leiðina til þín fjörðinn blá. Aldrei mun honum ástin mín áleiðis róið til þín. Fetar þar létt Fífusund, folaldi sem í vor var alið, aldrei ber það óttustund, ástina mína á vinafund. Grær yfir leiði, grærum stein, gröfin týnd og kirkjan brotin, grasrótin mjúka, græn og hrein, grær yfir allt og fólksins bein, grær yfir allt sem áður var, ástin mín hvílir nú þar. Friður Guðs sé með okkur hér í kirkjunni í dag. Kæru vinir, við lifum myrkasta tíma ársins enn á ný, þá eru það minningar frá liðinni tíð, frá hátíðar undirbúningi og samverustundum á jólum,
sem leita á hugan hjá okkur flestum. Það er nefnilega kærleikurinn sem við upplifðum í fortíð sem nærir okkur og styrkir þegar myrkrið sækir að og vísar okkur leiðina í átt að bjartari tíð. Og því er þakklæti ríkjandi í hjörtum ykkar í dag, þið eru hér saman komin til að kveðja merka konu sem var mörgum ykkar samferða alla tíð. Konu sem var kærleikurinn holdi klæddur í huga fjölskyldu sinnar og lifir nú áfram í hjörtum þeirra. Hanna Guðrún Jóhannesdóttir fæddist 7. júlí 1934 í litla Árskógi, Árskógsströnd, en fluttist ung með foreldrum sínum að Ásgarði á Hauganesi og síðar í Ásbyrgi á Hauganesi. Foreldrar hennar voru Jóhannes Reykjalín Traustason, útgerðarmaður og oddviti á Hauganesi og Hulda Vigfúsdóttir húsmóðir. Hanna var elst 6 systkina og skírð eftir Guðrúnu Jóhönnu föðurömmu sinni, en hún lést sama dag og Hanna fæddist. Systkini Hönnu eru Hafsteinn, Vigfús, Elísabet, Ragnar og Elvar. Það er svolítið gaman að segja frá því að Elvar hann kom í heiminn á Hauganesi sama dag og Hanna stórasystir hans gekk í hjónaband í prestbústaðnum að Syðra Laugalandi í Eyjafjarðarsveit á öðrum degi jóla árið 1954. Hanna hún var ekki margmál æsku sína og bernskubrek, frekar en kannski nokkuð annað. En nóg var væntanlega að vera á barnmörgu heimilinu og sem elsta systirin þá gekk hún snemma í flest verk. Meðal annars tók hún ung til við að beita fyrir föður sinn og bræður. Eitt sinn þá keypti Jóhannes pabbi hennar efni í kjól sem að Hulda mamma hennar ætlaði að sauma á stúlkuna. Henni fannst móðir sín ekki vinna verkið nægilega hratt og þegar mamma hennar brá sér af bæ eitt síðdegi þá tók Hanna sig til, hún sneið efnið og saumaði og hún stóð í kjólnum fyrir framan mömmu sína þegar hún sneri aftur heim. En þá var hún 12 ára gömul. Þetta lýsir Hönnu afar vel. Henni fannst alla tíð mikilvægt að ganga hratt og fljótt í öll verk og það þurfti allt að gerast strax og helst í gær. Farskólinn hann var enn við lýði Hanna sleit barnsskónum á Hauganesinu, en 18 ára gömul þá hélt hún á vit ævintýranna til Vestfjarða. Þar gekk hún einn vetur í húsmæðraskólan á Ísafirði fyrir tilstilli móðursystur sinnar, Guðrúnar Vigfúsdóttur, handverkskonu, en Guðrún var þá kennari við skólan. Á Ísafirði eignaðist Hanna góðan vinahóp sem hún var í sambandi við alla tíð. Anna Margrét Albertsdóttir varð hennar nánasta vinkona og síðar meir þá urðu þau hjónin, Anna Margrét og Hildi Þór Ólafsson, maður hennar. Þau urðu mikil vinahjón Hönnu og Þórs og það var ætíð mikil samgangur á milli fjölskyldna. Blessuð sé minning þeirra heiðurs hjóna. En eftir dvölina á Vestfjörðum þá sneri Hanna aftur heim í Eyjafjörðinn og henni bauðst starf sem kaupakona á bænum Stórahamri í Eyjafjarðarsveit. Dvölin þar reyndist henni happadrjúg. Það sumarið kynntist hún öðlingsdrengnum Þór Hjaltasyni frá Rútstöðum sem féll að eigin sögn, alveg kylliflatur fyrir ungu stúlkunni með fallega hárið. Brúðkaupsdagur unga parsins var eftirminnilegur því auk þess að brúðurinn eignaðist lítinn bróður á Hauganesi þennan sama dag, eins og ég sagði ykkur áðan. Þá giftu sig í sömu athöfn Alli, bróðir Þórs og Kristbjörg kona hans og til viðbótar þá var Eyrún, frumburður Hönnu og Þórs, skírð við sama tækifæri. Börn Þórs og Hönnu eru 7 talsins. Elst er Eyrún, maður hennar er Jónsteinn Aðalsteinsson. Næstur kemur Hjalti, kona hans er Arnbjörg Jóhannsdóttir. Síðan kemur Jóhannes Reykjalín, kona hans er Vala Björt Harðardóttir. Hulda,
maður hennar er Júlíus Viðarsson. Anna, maður hennar er Ingvar Þröstur Ingólfsson. Sjötti í röðinni er Hlynur, kona hans er Linda Ellen Tómasdóttir. Og yngst er Kristín Björk, maður hennar er Hilmar Guðmundsson. Afkomendur Hönnu og Þórs telja á 7. tug og yngsti afkomandinn, eða sú yngsta raunar, hún fæddist bara núna í nóvember. Hanna og Þór settust að á Rútsstöðum ásamt foreldrum Þórs, keyptu hluta af jörðinni og byggðu smám saman upp sína eigin jörð, akur. Þau ráku búskapinn af mikilli elju alla tíð og Hanna gekk í öll búverk af mikilli atorku. Ekki voru þau mörg fjósmálin sem hún sleppti, meira segja ekki eftir að börnin voru orðin stálpuð og gátu alveg hjálpa til. Þá fór hún nú samt, hún hætti raunar ekki að fara í fjós fyrir en róbotinn var tekinn í notkun árið 2017. Hanna var að eðlisfari með mikið jafnaðargeð og merkinlega þolinmóð við barnaskaran á heimilinu, auk viðbótar barna sem oft voru gestkomandi eða í sumardvöl á akri. Hún greip þó gjarnan til þess ráðs að henda hersingunni út að leika í öllum veðrum, ef inniveran var að gera þau vitlaus. Og eitt orðatiltæki er systkinunum eftirminnilegt. Þegar Hönnu þótti nóg þá sagði hún: "Ég lem ykkur hvort með öðru ef þið hættið ekki." Og þá vissu börnin að mamma var orðin reið. En hún stóð aldrei við stóru orðin. En síðar voru það barnabörnin og barnabarnabörnin sem fengu góðs að njóta heima hjá ömmu og afa á akri. Hanna naut sín í ömmuhlutverkinu og hún annaðist sitt fólk af alúð og væntumþykju. Nú það var aldrei neitt skortur heima á akri, en nægjusemi og hófsemi við líði. Ef eitthvað fékkst ekki í kaupfélaginu, þá var ekki þörf á því. Engu var hent, sem mér er sagt að sé þangagangur sem erfist milli kynslóða. Hanna var, eins og þið vitið, mikil handverkskona og eftir hana liggur fjöldinn allur af einstaklega fallegu og vönduðu handverki sem afkomendur njóta nú góðs af. Meðal annars var Hanna búin að gera yfir 80 rúmföt með hekluðu milliverki og útsaumuðum stöfum í fullorðissæng handa afkomendum sem náð hafa fermingaraldri. Hún saumaði og prjónaði allt á börnin alla tíð, bæði hversdags og sparifatnað, og það var ekki fyrr en fermingaraldur sem dæturinnar fengu fyrst gallabuxur úr kaupfélaginu og það kostaði mikið suð að þeirra hálfu. Kristín, hún þráði til dæmis ekkert heitar en ljósar gallabuxur. Hún þurfti að leggjast í mikla samningaviðræði við foreldra sína sem voru að þeirri skoðun að slíkar flíkur væru einstaklega ópraktískar. Og en Hanna endaði þó á að sauma þessar gallabuxur á hana og auðvitað voru þær jafn glæsilegar og hún gat fengið út í búð. Enda voru þau systkinin oft spurð hvar þau höfðu fengið þessi fallegu föt sem þau klæddust. Erfiðast reyndist þó að berjast fyrir tískufötum úr búð fyrir systkinin. Heimasaumuð föt þóttu ekki alltaf mjög spennandi þegar krakkarnir voru orðnir unglingar og tískan þeim ekki alltaf hliðholl. Nú þegar börnin voru orðin nokkuð sjálfbjarga þá tók Hanna til við að prjóna lopapeysur fyrir handprjónasambandið og síðar meir þá tók Hafsteinn, bróðir hennar, peysur með í siglingar og hann seldi þær á bryggjunni í Hull. Þannig var Hanna eiginlega komin í útflutning tíma og hún notaði ágóðan meðal annars til að kaupa nýja eldhúsréttingu. Nú, hún var engu að síður lítið fyrir að trana sér fram og hún átti erfitt með að taka hrósi. En hún var alltaf svo kvik og ör. Hún heklaði á meðan suðan kom upp á kartöflunum og hljóp alltaf við fót þótt að vera engin þörf á neinum asa. Eða eins og Addý, tengdadóttir hennar, orðað það, ef maður nefndi eitthvað þá var hún búin að gera það hæl. Hún var hlédræg. En mikil félagsvera engu að síður, hún naut sín í góðra vina hópi og hún hafði lúmst gaman að fíflagangi, þótt hún fíflaðist nú sjaldan sjálf.
sneri að öðrum áhugamálum þá söng Hanna meðal annars bæði í kirkjukornum fremra og með samkornum Þristi. Á tíma voru Þór, Hanna og Eyrún samtíða í kornum. Hún hafði jafnframt einstaklega græna fingur og garðurinn hjá þeim hjónum á Akri bar þess merki. En þar skreyttu tré, runnar og fjölbreytt blómaflóra nær umhverfið. Hanna og Þór voru samrýmd hjón alla tíð, bæði með svo gott verkvit og verklag og þau bættu hvort annað upp á svo mörgum sviðum. Þór kvaddi þennan heim í apríl á þessu ári og þar með lauk rúmlega 70 ára sambúð þeirra. Og nú eru þau sameinuð á ný, sálufélagarnir í Sumarlandinu og það von okkar allra að þau hvíli bæði í friði í faðmi Guðs. Sælir eru syrgjendur því að þeir munu huggaðir verða, sagði Kristur við fólkið og hann segir okkur núna. Tíminn hann líður svo ósköp hratt. Handan við hornið ljósahátíðin, fagra jólin sjálf, þar sem við minnumst þess þegar vonin var endurvakin í ungbarni sem lá í jötu. Og þannig lífið, þegar myrkrið svartast þá færir Guð okkur ljósið með ýmsum leiðum. Ljósið, þetta sama ljós, það getum við fært hvert til annars á sorgartíma og það hvatning mín til ykkar fjölskyldu Hönnu, að þið verðið duglega að njóta samveru og samvista hvert við annað og eflið tengslin ykkar á milli. Því einmitt þannig lifir Hanna áfram í hjörtum ykkar og það góða sem hún skilur eftir sig hér á jörð varðveitist. Við kveðjum Hönnu G. Jóhannesdóttur með virðingu og þökk fyrir lífsstarfið og allt það góða sem í henni bjó. Blessuð sé minning hennar og Guð blessi ykkur öll fjölskyldu hennar, afkomendur og ástvini. Amen. Svefni
Ég bið. Kærleiksríki Guð, á stundu sem þessari erum við minnt á verðmæti tengsla og verðmæti þeirra sem við elskum. Við þökkum það sem liðið er og biðjum fyrir því sem koma skal. Blessa afkomendur, fjölskyldu og vini Hönnu hvert og eitt og öll þau sem eru saman komin hér í dag. Styrk tengslin þeirra á milli og gef þeim að varðveita minninguna Hönnu í hjarta sér ókomna tíð. Þess bið ég í Jesú nafni. Amen. Allt sem á okkur hvílur á þessari stundu felum við í bænina sem að Jesú kenndi okkur og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Sunnan yfir sæinn breiða, sumarilinn vindar leiða, draumalandið himinn heiða, hlær og opnar skautið sitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Gakk þú út í græna lundin, gáðu fram á bláu sundin, munda það er stutt hver stundin, stopult jarðnest yndið þitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Heimur hlýnar, hjartað mitt.
allt hið liðn ljúft að geyma, láta sig í vöku dreyma, sólskinsdögum síst má gleyma, segðu engum manni hitt, vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Rísum á fætur. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Þau sem trúa á mig munu lifa þótt þau deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni Guð þína eilífu hvíld og lát ljósið lýsa henni. Hanna Guðrún Jóhannesdóttir hvíli í þínum friði. Drottinn minn gefi dauðum ró og hinum líkn lifa. Amen. Sveitin mín mun
Við rísum á fætur og tökum á móti blessun. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Kistan verður nú borin út og hana verður lögð til hinstu hvílu í kirkjugarðinum við Munkaþverá. Og aðstandendur hafa beðið mig að koma á framfæri boðið til erfis sem hefst í Laugarborg í Hrafnagilshverfi strax að athöfn lokinni og megi friður Guðs fylgja ykkur hérna úr kirkjunni í dag.